Já, velkomin til leiks ágætu áhorfendur. Við ætlum að sýna í dag þennan leik sem að hefjast. Það segja leikur KA og Þróttanes í Mitsumideild karla. Það svona verið að þetta fer að rétt að hefjast. Byrjunarliðin verða væntanlega kynnt til leiks svona rétt á eftir. Ef við rétt rennum yfir leikmannahóp KA-liðsins. Þá er hér Birkir Freyr, númer 1 og 7 Alexander Arnar Þórisson, 8 Arnar Már Sigursson, 9 Stefano Nassini Hidalgo, Mason Kastner, númer 10, Filip Pavel, númer 11, Mikael Castillo, númer 13, Þorvaldur Marteinn, númer 14, Sigþór Helgason, númer 15, Ingvar Guðbjörnsson, númer 17, 18 Vigfús Heiðar og 20 Björn Heiðar Elvarsson. Já, hér er Steinþór Traustason komin líka. Já, hún sæl og komið sæl. Ég ætla að reyna að lýsa þessu með þér í dag. Ég vil ekki fá Stefán til að hreyfa myndavélarnar svona eftir að því hann er þarna. Steppi, getur þú hreyft vélina þess? Getur þú hreyft vélina þess? Já, ok, en svona meðan það Já, við erum byrjaðir og Þróttur byrjaði uppgjöf og það er Mikael sem að lemur í háurna út. Er eitthvað með blað? Og það er Alexander sem að fyrir uppgjöf fyrir KA. Það er Galdur Máni sem að skila þessu fyrir Þróttanes. Vel slegið honum. Þróttanes sem er mjög ungt lið.
flest allir fæddir árið 2000 eða 2002 held ég að sé. Og Galdur setur þennan talsvert út. Þá fer Mason Kastner miðjumaður hjá KA í uppgjöf. Hann er á sínu 3. ári hérna hjá KA. Kemur frá Bandaríkjunum. Og stöðugt stígandi í sínum leik. Já, hann er verið að bæta sig ár frá ári. Og fín vörn hjá KA. Sigþór með ágætis vörn. Smasur aftur línu og KA reddar þessu. Já. Filip kemur þessu yfir. Og það er Mikael Angel sem skilar þessu niður fyrir Þrótt. Já. Og það var Stefano, eða Kiri eins og við kallan, skilaði þessu niður fyrir KA. Þetta er spænskur leikmaður sem kom til KA núna fyrir tímabilið. Mjög öflugur, fjölhæf leikmaður. Og Matteo með uppgjöf. Og Þróttur reddar þessu yfir. Og smasur aftur línu en talsvert út hjá Alexander. Það er Mikael í uppgjöf fyrir Þrótt. Setur hann Arnar tekur á móti og út á kantinn á Sigþór og hann skilar þessu niður. Sigþór setur niður Ás. Sigþór áfram í uppgjöf fyrir KA. En setur hann út núna. Það er óvanalegt eins og Filip með svona mistök. Það er afsökunar á myndinni hérna, það eru heldur fáliðar hérna upp í stúku, þannig að það er engin að hreyfa vélina fyrir okkur. Það var Kiri sem á uppgjöf og reyndar eitthvað reikistefna á rittaraborðið. Það er einhver reikistefna í gangi.
Já, það er eitthvað. Það er bara allt stórskotaliði Það er kallað á eitthvað vettvang. mikið að. Menn bara kallar á bekkinn. Og leikskýrslan, hún er rafræn, þannig að þetta tækning getur verið að stríða fólki hérna. Þegar ég var að skoða núna fyrir leikinn. Hvað segir Stefán? Þegar ég var að skoða leikmannahópana fyrir leikinn, Já. þá fann ég ekki leikmann númer 5 hjá Þrótti Nes. Nú, Alltaf ekki sko í fyrir leikjum. já, ok. Hann kannski ekki skráður hérna hjá Blí. Er komin einhvern númer 5 hana? Hann er til reyndar Guðjón Berg, en samkvæmt mínir upplýsingum þá hét hann Andri. Já, hann er sennilega hérna. Já, Andri var númer 15 í einhverjum fyrir leikjum. Já, það gæti passað. Það er, Já, hann segir 5 í dag. já. Andri Snær, fæddur 2001. Maður á nú að kannast svona nöfn. Já, þú ættir að þekkja nafngiftina. Við förum bara að skoða áhorfendur þá held ég í stúkunni. Það er ágætlega mætt á þennan leik hjá okkur. Og gengur Kristján dómari í dómarastólinn. Þannig að þetta ætti nú að vera orðið nokkuð ljóst. Og staðan óbreytt, 6-5. 6-5 staðan. Heimamönnum vil. Og Kýri í uppgjöf. Settur á umrættan Andra. Og hann Atli vann hann laumaði þessu yfir blokkina og í gólfið. Og Atli fyrir aftur í uppgjöf. Settur í netið. Þá mætir Filip. Uppgjöfréttinn. Þetta er á Andra. Og Þórarinn með smass. Tekja á móti. Og Matteo skilar þessu upp. Beint í gólf. Já. Sóknarlínan hjá KM-unum er gríðarlega öflug. Það er þetta að vera þessu. Filip með uppgjöf. Á Andra. Smassur afturlínu. Og út. Línunum flaggar út. Það var ekki langt úti en nóg þó. Filip setur allt á Andra núna. Hár bolti sem að menn reynda ekki en Gávild fá 4 en áfram með leikinn. Og Filip klúrar móttöku. Já, Matti var ekki ánægður með hann. Það gera betur líka. Ekki erfitt smass. Þórarinn uppgjöf. Tóti eins og hann er kallaður. Spilaði nú með Káa hérna fyrir 2 árum síðan. Og Lexi í díostöðunni. Tóti ver. Veran. Mason reddar honum upp, vel gert. Og Matteo slær. Flottar varnir núna. Arnar reddar þessu. Matteo. Lexi í díostöðunni. Lemur hann. Atli ver. En verjast er.
Fín skorpa. Já, lemar hann út. Já. Fínt rönn. Alexander í uppgjöf. Setur á Andra. Og móttakan klikkar í honum. Káa annað að slíta sér frá þeim. Ennir ekki stefna á rittaraborðinu. Þetta hefur verið aðeins viðlóðandi leikina, þetta bras á leikskýrslunni, þetta drepur svolítið flæði í leiknum. Það er yfirleitt 1 ef ekki 2 stopp í leik. Þá eru vonandi bara búin að taka því út fyrir þennan leik. Já. Eða komin 2 núna. Já. Reynslu boltar mættir hann á rittaraborðið. Vigfús mættur. Mann og hristi bara höfuðið. Skil ekkert í þessu. Nú á meðan við bíðum, þá getum við aðeins kannski rent yfir tölfræðina eins og við höldum á að sé. Já. Þá sjáum við að Káa er komið með 4 stig eftir smöss, Þróttur 2. Káa er með 2 ása, móti engum. Mistök á mótherja hafa gefið báðum liðum 5 stig. Já. Þar er Káa með 3 stig eftir misjöfna uppgjöf og Þróttur er með sem sé 1 stig þannig. Þróttur er búinn að klúra 3 uppgjöfum. Já. En já, þetta er svona frekar hvimleitt. Já, þetta er það þarf að slípa þetta til þetta forrið þessa skráningu á leikskýrslunni. Þetta búið að vera í 2 ár sennilega, 2 að 3 ár þetta kerfi og
hefur ekki tekist að koma í veg fyrir þessar miklu tafir sem er alltaf í leikjum. Já, en þetta er að fara á stöðatur. Já, Kristján er á leið upp í stól. Og Lexi var í uppgjöf. Já, þá byrjum við aftur. Mistök í sókninni hjá Þrótti. Já, eins og ég sagði hann, KA er svona að ná að slíta sig í burtu frá þeim. En þetta er svo sem aldrei búið fyrir það er búið. Og Lexi heldur áfram. Setur á andra. Smash frá Mason. Á, blokkar hann og tekur hann aftur. Það má. Og Matteo skynsamur. Laumar í Howard og út. Þetta var 4. stig KA-manna í röð. Já. Já, Lexi setur þessa uppgjöf út. Það Þróttar fara í uppgjöf. Galdur Máni gefur upp. Lóntátur á velli. Hann kemur svo Arna með lægi móttöku. Sigþór lemur í blokk og út. Þá fyrir Mason í uppgjöf. Mason setur þessa upp, út. Þá hefur hvort liðið komið með 3 vissulega uppgjöfur. Já. Borja uppgjöf. Og Arnar Líberó spilar þessu. Kiri lemur, Matteo verst vel. Þeir blokkan trekk í trekk. Matteo skilar þessu yfir. Og Atli á Kiri lemur hann vel hérna niður. Matteo uppgjöf. Setur hann á andra. Matteo átti línu, skilur þessu. Ekki alveg að tala saman hjá Þrótti. Og setja hann út, Tóti setur hann út. Þetta var nú lélegt. Þetta var... hann dæmir yfirstig á Matteo. Filip Hjallan var að dæma á sig, en hún er ekkert að því. Mikael Sárspænski í uppgjöf. Setur á Sigþór með þokkalega móttöku. Reisilega lauma hjá Kiri. Tóti lemur. Lexi ver hann. Kiri setur upp fyrir Sigþór. Sigþór belgar hann út. Ósóttur sjálf á sig, hann má líka vera það. Mikael ennþá í uppgjöf.
Matteo Lemur borja vel frá honum þarna og Miguel úr afturlínu og Lemur hann glæsilega, vel gert. Sá ekki við þessu. Flott sókn hjá Þrótti. Já, komið smá stemning hjá Þrótti. Ég klóraði baka hann. Já. Sigþór tekur á móti og fær hann aftur á kantinn. Nei. Þarna var Lexi engan veginn tilbúinn. Stóð eins og stytta. Fékk hann bara í sig. Munur hann 3 stig. Var 7 stig þegar hann var mestur hérna áðan. Á. Kiri Lemur. Glæsilega spilað upp hjá Filip. Sigþór uppgjöf. Þetta er hann á Tóta. Tóti tók á móti. Mók eða? Dæmir net á Atla Fannar. Eitthvað sem að Marino aðstoðardómari sá. Átján fyrir þetta án. Sigþór með uppgjöf aftur. Sjöða glæsilega. Sessi var inni. Sett hann á línuna. Ásur uppgjöf. Vel gert. Sigþór með öflugar uppgjafir. Það er að sá gatinn hann og aftur. Þetta hann beint í hornið. Glæsileg uppgjöf. Ég varst að myndalinn hafi náð þessu. En þið verið að trúa okkur. Þetta steinleikur inn allt saman. Og Anna María tekur leiklega hjá Þrótti. Enda aftur orðin 7 stiga fórista. Sjöstuða fór þá. Gámenn komið tilbaka eftir að hafa aðeins sofnað á verðinum. Filip þarf svo ekkert mikið að ræða við sína menn. Þeir var svona að bíða eftir að komast inn á aftur. Anna María. Anna María er ólétt. Það er vona að hún æsir sig ekki mikið. Það er nú ekki bara á stað þetta. Sigþór með uppgjöfuna aftur. Á, setur hann stutt núna. Alls konar uppgjöfur. Tóti sá ekki við honum hana. Sigþór kom með 3 ásæði röð. Aftur. Nú setur hann út. Ágætis skorpa. Nú eru það skiptingar. Verði ég að viðurkenna að ég er ekki með fullan leikmannalista, þannig að ég er ekki alveg klár á hver er að koma inn á. Sýnst þetta að vera Sölvi Páll Sigur Pálsson sem er að koma inn á í uppgjöfuna fyrir Þróttnes. Hann er allavega þekktur sem númer 19. Já, hann er á skrá hérna, tölukerfinu. Og gott ef þetta er ekki Birgir Freyr Elvarsson sem kom hjá Káa. Hann klúraði móttöku hérna en Arnar Líbaró reddaði þessu og Atli Lemur og dæmt net á Lexa með Kámanum. Þróttar að fá þetta stig.
Settur hann talsvert út. Þróttarar skipta þá tilbaka. Kári kemur aftur inn. Kiri í uppgjöf fyrir Káa. Settur hann fastan. Flott uppgjöf, en fín móttaka líka. Tóti lemur og Lexi laumar hann undir. Bárjan tekur. Andri spilar upp og Atli lemur í blokk og út. Fín skorpa. Nú kemur tvöfaldskipting á Þrótti. Og það númer 3. Það er Börkur Marinósson. Börkur Marinósson, það er líklegt. Hann allavega fannst í bankanum. Já. Búið að skrá þetta í tölukerfið. Börkur með uppgjöfuna. Mason lemur hann í gólfið. Með viðkomu þó í Þróttara. Filip fyrir uppgjöfuna. Rétt út. Filip tjöðar yfir þessu. Það er ekki nýtt sem gamalt er. En þetta var hárrétt. Tóti mjög upp, setur í netið. Öll stig fyrir Káa. Það er 24. stigið. Lexi fer þá uppgjöf. Setur hann fastan. Ég held að þessi gat ekki séð betur en hann væri inni. Já, enda er hann dæmdur. Kristján dæmir hann inni, línuvörðurinn. Hún var eitthvað hikkandi. Já, hún gaf það frá sér að ákvarða þetta, þannig að Kristján tók það ákvörðun og var held ég rétt. 25-17, fyrsta hreina. Nokkuð auðsótt hreina fyrir Káamenn. En Þróttarar eru segir, þeir geta alveg komið tilbaka. Sjáum hvað setur. Já, ef við höfum ekki klúrað því meira í tölfræðinni þá lítur þetta svona út hjá okkur. Káa með 8 stig úr þess möss, Þróttur 4. Káa með 6 ása á móti engum. Já, það er munar það. Ein Káa-lema og skráð 1 stig á Þrótt eftir blokk. Já. Og Káa fær 10 stig eftir mistök mótherja, þar var 5 eftir uppgjafir. Þróttur fær enda 12 stig og sömuleiðis 5 eftir uppgjafir. Já. Og Káa náði mest 5 stiga runu. Já, 5 stigum í röð. Já, og Þróttur 4. Og forystan, Káa var alltaf með forystu mest 8 stig. Já, mest 8 stig, já. Já, það er bara undir lokinn. Það er það ekki.
Já, það er búið að kalla liðin inn á völlina þurr. Já. Það er nú fyrir stöðuleikmanna. Gefur leyfi á skiptingar. Streymir fólk hjúsið en þá. Já, og svo minnum við á að það er leikur sömu liða í kvennadeildinni á eftir. Já, ekki síður spennandi leikur. Filip er byrjaður. Settur á andra eins og önnulega. Og Mason neklir henni í gólfið. Aftur sama kerfið og sá ekki hvort það var Mason eða Matteo. Matteo þykist, já, Matteo vegna sér þetta. Finnur mikið til í lóðunum. Filip aftur á andra og Bojan setur á Tóta. Mason með puttan í þessu og Atli lemur, Lexi rettar þessu og Lár bolti, skilur þessu þó. Þessa blokka átti Alexander. Og það er ekki að láta að taka hann af sér. Vansmarsur átti línu frá Miguel. Miguel tekur á móti, Borjan. Á, flott sókn þarna á Þrótti. Galdur Máni á miðunni. Skilar þessu niður. Sett hann yfir í Filip. Út hjá Odd. Tóti fyrir uppgjöf. Arnar tók á móti þessu og Lexi skilar. Tóti verður hann. Fær hann aftur í afturlínu. Lexi tekur á móti. Fitt. Og aftur lemur á. Blokka í gólfið. Lexi uppgjöf. Langt út á velli. Kemur hérna. Setur út. Galdur uppgjöf. Lexi slæma móttöku. Matteo reyndi að redda þessu en Galdur ná sáttu sjálfum sig en Lexi á þennan. Aftur Galdur uppgjöf. Settur á Arnar, Arnar tekur vel á móti og Mason fær hann og lemur bratt út við hliðlínuna inni. Áskiptaðir. Kiri kemur inn fyrir Arnar Libero og Mason í uppgjöf. Settur hann út. Hálffínt úti. Marja á línunni, þetta er allt á hreinu. Mér er að segja Filip viðurkenndi að hann væri úti. Já, Arnar reddar þessu. Lexi með skrítið víkurlag en reddar því. Já, Kári setur hann niður á miðunni. Hörkusókn, vel gert. Borja í uppgjöf. Setur á Lexa. Matteo fær hann í díostöðunni. Reddar því. Og Kiri. Laumar. Fínt út. Á. Þeir eru komin yfir. Þróttarar komin yfir.
Það væru kærði fyrir þessu hjá KM-unum þessa stundina. Orjan aftur. Setur á Arnar. Lexi stressaður. Nær þessu þó. Og flott vörn. Og skila þessu. Matteo laumar yfir blokkina. Matteo fyrir uppgjöfuna, smassar hann yfir. Ás. Réð ekki þessa. Og aftur fyrir Matteo uppgjöf. Undir honum hátt. Og neglir hann. Og Andrei Libero tók á móti og Atli ætlaði að redda þessu en hann tók það ekki. Já, hann klúraði þetta á því uppgjöfum í fyrsta leiknum hérna móti Álftanesi. Allt annað að sjá hann núna. Hann svolítið loða við KM-menna. Klúraði uppgjöfum. Svona af því við vorum að tala um það, já. Þetta var mjög einkennileg uppgjöf. En Þróttur fært í og tekur það. Mjög vel uppgjöf. Setur á Arnar. Arnar með móttökurna beint yfir. Kiri reddar þessu. Matteo eftir línu. Lemur hann og touch út. Þá fer Sigþór í uppgjöf fyrir KM-menn. Hann setti 3 ása í röð áðan. Það gerir hann núna. Setur fastan á Mikael sem tók vel á móti þessu. Og Atli lemur hann í tíustöðunni. Vel slegið, hörkusókn. Kári fyrir uppgjöf. Já, setur í netið. Og Kiri komin í uppgjöf. Já. Tóti fær hann. Sigþór verður hann aftur á velli. Já. Tvíslag á Filip. Það gerist á bestu bæðum. Þorvaldur Martin Jónsson er komin inn á fyrir KA í líberóstöðuna. Glæsilega redda hjá Þrótti. Og Mason er farin að nota lappirnar meir en hendurnar hérna. Lexi, skynsamur, laumar þessu yfir blokkina. Flotta varnir. Allt í ánum með þá. KA er ekki að ná að rífa sig frá þeim eins og einn fyrstur innu. Filip var með gjöfuna. Landi í blokkina og þaðan út af vellinum. Þórarinn í uppgjöf. Setur á Lexa.
Fylgdi uppspil. Setur hann að miðuna af sóknarlínunni. Eða aftar. Lexi. Setur á Andra. Og ekki síðra uppspil þarna. Setta manett. Sýnist mér. Já. Mateo viðurkenni þetta búslega. Hafgaldur í uppgjöf. Setur inn eitt. Já, Þróttar að klúra uppgjöfunum. Svolítið. Já. Mason. Kastner í uppgjöf. Nú. Ekki vegna verða að klúra. Borjan í uppgjöfuna fyrir Þrótt. Sigþór lemur fast í blokk og út. Já, þetta er búið að ganga milli liðanna býsna lengi. Já, skipta á stíðarkorunni. Mateo hendur honum og Tóti tekur á móti. Kiri lemur beint niður. Vel gert. Hann þarf að klára þessa bolta eins og aðra. Mateo setur hann út. Hissa á hversu mikið hann var út. Miguel í uppgjöf. Setur á Sigþór sem að spólaði á þessum. Allt í átnum. Kemur hann stuttur. Mateo laumar hann á aftur á völlinn. Atli út í stöðunni. Kiri lemur í blokk og út. Sigþór með uppgjöfuna. Svo var á verðinum hann í blokkinni. Ekki aftur. Kiri lemur auðvitað bolta. Hér í gólf. Og Anna María hefur séð nóg og tekur leikli. Já, ég held að Lexi var að klúra þessu bolta. Já, þetta var fór ekki upp á mótunum í blokkinni. Borinn hann sennilega í afturlínu, þannig að þeir voru ekkert að stressa sig en hann kom bara beint yfir. Já. Sigþór í uppgjöf. Setur hann fastan á Andra sem að ræður ekki við það. Þetta
þessi ekki 4. eða 5. ásinn hjá Sigþór í þessum leik. Jú, alveg. Allavega það. Allavega það, jú. Og aftur. Þessi var gríðarlega vartur en fer í netið. Það gera Þróttarar skiptingu. Og inn kemur númer 19. Sölvi Páll. Sennilega. Samkvæmt okkar bestu heimildum. Hann kemur uppgjöf, setur á Lexa, tekur ágætlega móti og Matteo skilar hann aftur línunni. Vel gert. Þetta ekki Björn Heiðar sem að koma inn á? Björn Heiðar að koma inn á. Þetta hálfbróður hans Alexanders. Það að stíga sin fyrstur skrif í blakkinu núna. Og fær móttækifæri. Dóti lemur og Matti á reddar honum. Sigþór setur hann stutt. Mason misreiknaði þennan herfilega. Smassaði hann sín megin. Þá skipta það tilbaka, Kiri og Björn. Þá gera Þróttarar tvöfaldarskiptingu. Og það númer 3. Börkur sem kemur inn og leikmann númer 15. Guðjón Berg Stefánsson. Voru hann að gefa leikmönnum séns. Voru hann og Anna-María þjálfa liðið í sameiningu. Börkur um aukjuna, Sigþór tekur á móti og boltinn út á kant á Lexa. Hann blokkaður og tæft uppspil og Kristján dæmir 4. Það var ekki alveg klárað hvað að vera vettaðinn. Nei, þetta var aðeins loðið aðeins. Já. Filip uppgjöf. Andra tekur vel á móti. Boltinn út á Tóta í díóttöðunni sem að Filip tekur á og Matteo skilur honum niður. Fer smá brot af stúkunni. Þróttartelpunar að fara gera sig klárar í leikinn klukkan 3. Þessi dregst ekki mjög langinn. Þessi var lamin út. Sölvi. Nei, þetta var ekki Sölvi. Þetta var leikmann númer 15, Guðjón. Og Filip áfram í uppgjöf. Setur hann mjög vel. Þessi var á hár fyrir Galdur. Fór yfir hann og beint í gólfið. Öfum megin. Filip heldur áfram. Neglir hann núna. Tekur svo á móti sjálfur. Matteo neglir. Flott vörn núna. Lexi vera hann. Og Matteo laumar. Þetta voru aftur öll. Þeir þekkjast ágætlega. Kom frá Þrótti fyrir þetta tímabil.
Já, eins og þetta var kallað hreinubolti núna. Já, það má alveg kalla það. Föst uppgjöf frá Filip. Og Þróttarar redda þessi yfir. Mason tekur á móti. Og Lexi farin út á kantinn og skilar þessu upp. Á 25-17. Sami munur og í fyrstu hreinu, en þetta var nú ekki alveg svona öruggt eins og Nei. Svona ekki framan af allavega. En 6 síðustu stigin káfa megin í hreinu. Það munar öllu. Já. Borja skipti sér út af hana. Það munar minna. Já, ef við skoðum aðeins tölfræðina í þessari annarri hreinu sem var lauk sem 25-17, þá fær KA 12 stig eftir smöss á móti 5 hjá Þrótti. KA er með 3 ása á móti 1 og KA er með 3 stig úr laumum, 2 eftir blokkir. KA er með 6 stig eftir mistök Þróttara, þar af 3 misheppnaðar uppgjafir. Þróttarar hins vegar fengu 10 stig eftir mistök KA-manna, þar af 5 misheppnaðar uppgjafir. Já. KA skoraði mest 6 stig í röð á móti 4 Þróttara og forystan, Þróttur náði reyndar 2 stiga forust í leiknum í hreinunni, en KA náði 8 stigum sem er einmitt að loka staðan. Já. Já, hann getur byrjaður. Þróttar að byrja. Þórarinn Örn byrjar þetta fyrir Þrótt. Man er reyndar að athuga rittaraborðið, en það er Jórdan. Setur á Lexa, tekur vel á móti og út á Matteo sem hann lemur í blokk og langt út aftur fyrir völl. Fjórir spánverjar inn á vellinum. Þetta er ekki akkurat núna, en þegar Gíri er inn á, þá eru þeir 4. Lexi sett fyrir netið. Galdur uppgjöf. Mason gríðarlega flott sókn. Lemar hann fast niður.
Mason með uppgjöfuna. Þetta var enginn á móti honum Kára á miðunni. Mason ætlaði eitthvað annað í blokkinni eða Sigþór. Allavega var enginn mættur og hann skilaði þessu auðveldlega niður. Borja í uppgjöf. Setur á Lexa sem á hælunum. En Filip reddar þessu einu sinni sem oftar. Og Matteo lemur hann. Borja var ekki alveg ánægður með varnarstöðuna. Já, alltaf. Matteo setur hann lausan í nettstrengin og niður. Heppnis stimpill yfir þessu. En það má. Aftur. Setur hann í nettið. Og þá verður Spánverjinn Miguel í uppgjöf. Setur á Þorvald. Og Sigþór skilar þessu niður. Sigþór fyrir uppgjöf. Setur hann gríðalega fastan á Miguel og þeir eru báðir Filip og Kiri. Þannig að sjá til þess að þessi fari niður. Já, hörku uppgjöf á Sigþóri. Næ, nú setur hann í strenginn. Já, vel reddað hjá Þorvaldi. Og nei, við við. Og leikmannum 17. Jú, Tóti. Kiri uppgjöf. Setur á Miguel. Önnur höndin í móttökunni. Þetta sér maður í öldungablækinu mikið. Og Mason glöma honum langt út. Matteo blokkaður en reddar þessu aftur. Og Lexi lemur út, við veitum að fá touch en það var þetta ekki, hann bara landan langt. Lexi þarf að setja hann auðvitað yfir og fá þá öfluga sókn. Vel slegið, Matteo fær hann í sig og nú verður hann bara hreinlega og Lexi skilar honum vel niður. Á, fín vörn á KM núna.
Filip er uppgjöf. Hún setur á Andra, hann finnur hann alltaf. Filip leitar alltaf að viðkasta leiknum í móttökunni. En Þróttarar náðu sóknur úr þessu og KM blokkuðu boltan út. Tóti uppgjöf. Þórarinn Örn. Og setur hann út. Lexi mættur í uppgjörðin. Flott uppgjöf. Og Mikael fær hann aftur. Hann er blokkaður. Þeir redda þessu og hann laumar. Og Kámen fá sókn út úr þessu. Mikael lemur. Þorvaldur tekur vel á móti. Og Sigþór skilar þessu niður. Lexi er áfram. Á. Andri klikkar á móttökunni. Og Anna María tók Lexi. Aðeins að skerpa á sínum mönnum. Veitir ekki af. Lexi er uppgjöf. Setur hann á Mikael Gell. Tekur vel á móti og fær hann aftur. Leifir í blokk út. Galdur með uppgjöf. Filip leipur á þessum og spilar á Mikael. Sem að lemur og Galdur tekur á móti en hann er út. Mason uppgjöf. Þetta á Þórarinn. Tekur á móti. Atli setti hann öfuldan yfir og Mikael setur hann bara. Það var eitt orð yfir þetta. Rúlar hann yfir hárðina og niður í gólf. Þetta var smassið að lauma. Já, þetta er svona hálf hvort. Já. Ég veit ekki hvort á að flokka þetta. Já, fín móttaka Andra. Og menn farnir að lauma. Blokkinar eru sterkar. Menn þú er ekki að lemja fast allavega. Þá þurfa menn að vera klárir undir. Borja í uppgjöf. Þorvaldur tekur á móti. Og flottur bolti á Sigþór sem að neglir hann. Flott spil. Kemur Matteo í uppgjöf. Setur hann gríðarlega fastan en flott móttaka hjá Mikael. Og Atli Fannar setur hann í blokk og út. Hausinn á Kiri.
Sigþór fær hann. Á. Sem aldrei yfir. Þessi fór aldrei yfir. 4. Já, Þróttur að koma aðeins tilbaka. Þorvaldur tekur á móti. Sigþór fær hann. Þessi var fastur. Hörkusók. Og hann er bara kippt út af í kjölfarið. Og Birkir Freyr kom inn á í hans stað. Fyrir beint í uppgjöf. Setur hann á Mikael. Atli lemur í gólfið. Þau komið í blokkinu þó. Þróttur gerir breytingu. Það er Börkur sem kemur inn á. Fyrir uppgjöfuna. Lexi lemur hann á kantinum. Borja spilar þessu. Já. Það er þetta svolítið fyrir framan aftari varnarlínuna. Þetta góði mér í 3 stig. Já. Hvort er það verri kærð Kámanna eða betri spilamennska á Þrótturunum. Og flautar hann á hreylingu á Filip. Þetta á nú rétt. Nú var hann komið talsvöld yfir. Þarna gerðist Filip sekur byrjendamistök. Horfir ekkert á boltan og hún fær hann í hnakkan úr netinu. Börkur eru komin inn með öflugar uppgjafir. Kiri tekur hann af Filip þarna. En þetta reddaðist nú. Matteo spilar honum upp. Lexi. Laumar honum. Flotta varði núna. Tóti lemur. Og Matteo fær hann. Hann treysti sér alveg. Já, ég veit ekki alveg. Ég sá þetta ekki alveg nógu vel. Ekki hvað er. Og hvað hann var að flauta? Var það flautaða net eða? Ég held að það hljóti heila að vera. Já, Matteo var ekki ánægður með það. En þeir eru búin að jafna leikinn. Þeir eru búin að jafna. Með 5 síðustu stigin í röð. Já. Kiri vel redda hjá þeim kámönnum. Já. Allir Fannar lemur hann út. Þá kemur Björn inn á aftur í uppgjöf fyrir Kiri. Svo ég sagði hann, er að stíga sín fyrstu skref í lækinu. Hálfbróður hans, Alexanders. Matteo útskýra hvernig hann lendi hérna á hann. Það er sennilega dæmt yfir stigan. Skilningur hjá Þrótturum. Það er vel stig. Fín uppgjöf. Það byrni. Já, þessi rúti. Sveif, hátt og langt. Það er svo skipt aftur tilbaka. Kiri kemur inn. Og Kiri fer út. Fyrir Þorvald, Libero.
Þetta er til flókið stundum. Já, þetta getur verið flókið og ekki alltaf auðvelt að fylgjast með þessu. Og Atli Fannar í uppgjöf. Já, ekki góð móttaka en Matteo setur hann stuttan. Og þeir spilar Tóti lemur í blokk og niður 3 manna blokk. Þeir réðu ekki við Þorvald. Nei, Þórarinn. Og það er jafnþáttur. Já. Þeir eru ekki alveg á leiðinni heim. Þetta þurfa að spila á morgun. Matteo, killar honum. Filip setur hann á Andra. Tóti massar. Þorvaldur tekur á móti og Matteo lemur línuna. Vel varist. Tóti laumar. Á flotta varnir og Lexi fær hann út á kantinum og lemur fast niður með línunni. Atli Fannar réð ekki við þennan. Filip uppgjöf á Andra, væntanlega, nei, við erum mjög vel. Hitt hann ekki. Tóti lemur. Mason laumar honum. Og í afturlínuðsmass á Miguel. Mason spilar vel upp. Lexi hittir hann hræðilega. Og lemur hann langt út. Þorarinn í uppgjöf. Lexi tekur á móti, Filip þarf að ná í hann. Matteo lemur, Miguel tekur á móti. Á flotta varnir. Á vel gert. Á sterka varnir núna. Miguel er allt í öllu í sóknarleiknum. Og lemur í blokk og niður. Káminn lá aftarlega. Það er jafnt. Þeir eru ekki að gefast upp. Þorvaldur tekur á móti. Mason lemur hann. Og Tóti laumar honum. Að redda þessu. Á. Þessi var úti. Þróttur komin yfir. Þetta verður dramatík. Já. Já, við tala ekki saman. Lexi þarf að setja hann auðvöldan yfir. Matteo. Það er dæmt á sig mitt. Og við kennum það fúllega. Þróttum í yfirrundina. Filip ætlar ekki að gera neina breytingar. Heldur þessu til streitu. Lexi kemur. Lemur hann í blokk. Miguel blokkaði þennan Rindisberg. Fagnar þannig allavega. 5 Þróttarstig í röð. En þrjóskast Filip við að taka leikli. Ætla bara að spila þetta út. Lexi lemur hann og ná ekki að verja hann. Á. Miguel vill að menn rói sig aðeins. Spili bara sitt plagg. Það sé það eina rétt af stöðunni. Lexi í uppgjöf.
er einhver reikistafna á rauðtaraborðinu. Nú er Þróttarar í miklu meirihluta virðist vera í húsinu. Já, þetta var eitt öflugasta blak bæjarfélag landsins. Já, það er gríðarleg blakhefði á Neskaupstað. Alexei byrjaður. Er heppinn, setur hann í strenginn. Já, og verður hann svo, vel gert. Og Matteo fær hann. Og tekur aftur, laus hann. Fær hann aftur. Og þarna nær hann að negla hann. Einstigs munur. Alexei uppgjöf. Nei. Setur hann í netið. Nú þurfa Þróttarar 1 stig. Svo kallar hreinu stig, var það ekki? Já, hreinu bolti. Hreinu bolti. Maður heyrir það reyndar ekki mjög oft í dag. Nei. Galdur Mánir í uppgjöf. Hann er búinn að vera nokkuð öruggur í uppgjöfunum. Sjá hvað gerir núna. Kemur. Setur. Þorvald. Og Matteo fær hann. Lemur hann út. Og Þróttarar taka þessa hreinu. Já. Þeir eru ekki döðir. Já, ég held að finnst mér eins og Filip sé ekkert voðalega áhyggjufullur yfir þessari hreinu. Tapar hreinu. Hann var með 2 stráka hann inn á sem að hafa lítið verið að spila og hann leyfði þeim bara að klára hreinu þó svo að Þróttarar voru komnir yfir og með yfirröndina. En að samanskapi þá eiga þær að klára þetta. Það sterkar sóknarlínu að þeir geta að klára svona leik. Já, ef við kíkjum aðeins á hvernig þessi hreina skilaði sér. Þá sem sé endar hún 25-22 fyrir Þrótt. Þróttarar skora 8 stig með smössum á móti 14 KA smössum. Hvort lið með 1 ás. Þróttur með 1 stig eftir laufu. Bæði lið með 1 stig með blokk. En Þróttarar græða mikið á mistökum KA-manna því að þeir eru með 14 slík stig. Þar af 5 mislukkaðar uppgjafir KA-manna. KA fær sem sé 6 stig eftir mistök Þróttara og eina mislukkaða uppgjöf. Já, það er skemmtilegt að pæla í þessu. Sjáum að sóknarlínun og sóknarþungin hjá KA er meiri. En aftur á móti þeir eru að klúðra meiru. Já. Það telur jafn mikið og sóknin. Það er staðreynd. Já. Það var það þegar sveifla í þessu. KA náði mest 6 stiga fórst í hrinni en Þróttarar 3 og það var einmitt undir lokinn sem að skipti náttúrulega mestu. Já. Nú byrjar KA-menn í uppgjöf. Filip byrjar.
Finnur Andra. Tóti skilur hann yfir. Hreint slag hjá Filip, en sleppt með það. Og dæmt net á Borja. Viðurkenndi það. Þorvaldur inni hjá Kámanum sem líberó. Arnar, formann Blackdeildar, hvílir sig. Mikael ætlar að vera skynsamur á laufum honum, en það er blokkaður. Atli skilur honum. Sigþór tekur á móti. Nú flautar hann. Já. Atli í afturlínu og Lamdan hann innan við sorglínu, þannig að má það ekki. Filip setur hann, Andra. Galdur lemur hann niður. Blokkin á Kámanum var ólangt frá netinu, þannig að boltinn fór niður með þeim. Galdur er í uppgjöf. Galdur Máni. Lexi tekur á móti. Filip nær að skila honum yfir einhvern veginn. Og Þróttarar berja hann bara beint út. Og Lexi er uppgjöf. Tóti tekur á móti. Mikael lemur hann. Flott vörn. Glæsileg móttaka. En erfiður bolti fyrir Sigþór, en hann reddar þessu. Laumar honum í blokk og út. Fjór eitt. Lexi er uppgjöf. Tóti tekur á móti og reddar honum eitthvað stressaður yfir því að stíga á Borjarina og fleigurinn verð hálf einkennilegur. Nei, ekkert hálf einkennilegur, hann var bara mjög einkennilegur. Og Anna María tekur leikli. Hefur séð nóg. Já, 5-1. Góð byrjun á Kámanum. Góð pressa uppgjöfunum. Já, þeir ætla ábyggilega ekki að endurtaka leikinn eins og á móti Álftanesi að missa hann í Nei, 3-2. ég held ekki. Held að menn séu meira vakandi núna. Lexi er áfram í uppgjöf. Setur á Mikael. Sem tekur á móti. Borja laumar honum. Filip tekur á móti honum. Þorvaldur setur hann upp fyrir Matteo sem að lemur í blokk og út. Þess lið. Lexi. Áfram í uppgjöf. Setur á Andra. Hann tók á móti vel. Mikael var skynsamur þarna. Hann lamdi bara í utanverða blokkina, utanverða Matteo og út. Og ætlaði sér allan tíman að gera akkurat þetta. Borja setur hann stutt. Lexi nær honum og Matteo fær hann. Og skilar honum. Eftir hittulega vörn hjá Andra. Það var Mason. Kastner. Uppgjöf. Setur hann á Þórarinn. Hann tekur á móti. Mikael laumar honum. Matteo kemur vel undir. Tekur hann og Lexi fær hann í afturlínu og neglir hann niður. Vel gert.
Flott sókn. Mjög vel gert. 8-2. Þeir ætla ekki að missa þessa niður. Káamenn. Andri tekur vel á móti. Borja setur hann á Miguel. Lexi ekki ánægður með móttökuna en Filip reddar þessu eins og svo oft áður. Borja setur á Miguel sem blokkaður af Kiri, sýndist mér. Mason á Tóta sem á erfiðleikum móttökuna núna. Kiri og Matteo lemur hann í blokk og út. Við alveg hvað hann var að gera þarna. Og Anna María tekur afturlega klepp. Já, þetta getur orðið erfitt fyrir Þróttara. Já. Þið séu sattir bara eftir eina rinu. Nei, ég neita að trúa því. En svo mætast þessi lið aftur á morgun, klukkan 1. Já, það passar. Þróttaratelpunna farnar að hitta upp. Káatelpunnar fylgjast með og skila sinni vinnu hérna á pöllunum. Innvala lið á pöllunum. Eða í stúkunni. Tæknistúkunni. Það er sjáum að halda kontról á statistikk og á öðru. Þá Þróttar að sölla niður. Manni fer á kústinn. Þurrkar þetta upp. Vanur maður. Fumlaus vinnubröð hjá manna. Mason með uppgjöfuna. Tóti tekur á móti. Atli laumar honum og Filip tekur á móti. Lexi spilar upp fyrir Matteo. Við ítir honum hreinlega í blokkina. Level 2. Andri tekur vel á móti þessum. Sigþór er ekki að ná neitt sókn með þessum bolta. Ekki ánægður með uppspilið. Miguel Angel í uppgjöf. Setur á Lexa. Kiri laumar honum. Lexi, fín vörn. Matteo neglir hann niður. Vel gert. Tólf-3. Þá kemur skipting. Leikmaður númer 19. Sölvi Páll. Miguel í uppgjöf. Já, fín móttaka. Já, en Sölvi fær hann, en
Það ekki gera þessi mat úr þessu. Belgaðan út. Já. Það var hörku uppgjöf. Fín uppgjöf. Tóti fór langt að reyna að ná honum en tókst ekki. Áfram er Matteo uppgjöf. Setur hann fastan. Og Filip neglir hennan. Þetta ekki bjóða sér þetta aftur. Eða lætur ekki bjóða sér þetta tvisvar allavega. Og aftur, en nú er það Kiri þetta sinn. Allt annað að sjá til kámanna núna. Góð pressur uppgjöfum og sóknarleikur Þróttara ekki betur. Það er engu flugi. Nei. Þegar ég hef búinn að sleppa orðinum að sé góð pressur uppgjöfunum að þá klúðra það náttúrulega. Sextán fjögur. Kári uppgjöf. Fín uppgjöf, Sigþór tekur á móti. Fær hann aftur. Neglir hann. Miguel komst hreinlega bara ekki undan. Hann hefði sennilega flogið langt út þessi. Sigþór. Uppgjöf. Först. Og först. Eða fyrir út. Sölvi í uppgjöf. Já. Það þurfa að redda þessu. Vel gert. Matteo kemur honum yfir. Tekja hann að blokka á. Það liggja menn hver mann að þveran. Og endanum er það Tóti sem að kemur honum niður á milli þeirra. Það getur skorpa. Já. Þessi uppgjöf í netið. Já, skiptir hann beinni inn í uppgjöf. Já, setur á Tóta. Tóti tekur á móti og lemur svo fast í blokk og út. Skiptar aftur tilbaka. Björn út og Kiri inn, en Kiri út aftur fyrir Þorvald Líberó. Þórarinn í uppgjöf. Lexi kemur nógu góð móttöku og hreitt slag. En leikurinn heldur áfram. Borja með skemmtilega laumu, en Lexi velvakandi og Matteo skilar þessu yfir. Miguel lemur hann. Lexi fer vel. Matteo kemur fljúandi, vel gert. Filip skilar þessum lausum. Niður. Já, flottu varnarleikur hjá KM núna. Það er smá einbytting í þessu núna. Þeir ætla ekki að sleppa takkinu á þessu.
Filip í uppgjöf. Setur á Tóta. Hefur að setja hann lausan yfir. Matteo laumar honum. Hann búinn að eiga nokkur svona laumu stig í dag. Já. Hann skynsamur sóknarmaður. Filip að setja upp einhvern sóknarafbrigði. Hefur sér svo uppgjöfuna og setur í netið. Ekki sáttu við sjálfum sig, hann var nú búinn að setja upp eitthvað plan. Og kemur eitthvað. Hann búinn að gefa með svona merkjum einhverja sókn. Sjáum hvað hann gerir. Já. Lexis læra hann. Vörn út. Lexi uppgjöf. Tóti tekur móti Sigþór. Hann blokkaður að borja. Og fær hann aftur. Og hann laumar honum. Og þeir ná honum ekki frá netinu. Og bolti í gólf. Lexi uppgjöf. Setur hann á Tóta. Tóti með fína móttöku. Svo ekki yfir. Kári. Hann ekki alveg rétt staðsettur. En hann fekk boltan. Hann var framalega. Og Lexi með negl út. Þessi bolt á Lexa. Sigþór fær hann. Lemur fast út. Ekki touch. En hann hafi bara verið og flattur hjá honum. Borja uppgjöf áfram. Setur hann út. Má segja að þetta sé komið. Þá biður Vigfús Hjaltaleinum að fá að koma inn á. Fúsi mikill stemningskall. Þetta fyrsta innkoman í dag. Já. Hjá Fúsa. Já, hann ekki tekið átt fyrir núna. Fínu uppgjöf. Þetta heitir sturtublokk. Síðasta stigið. Gáðamenn sigra þennan leik. Minnstu þetta niður í þriðju hrunni. Voru heldur kærulausir. En tók þetta með miklu öryggi í fjórðu hrinu. Liðið mætt staftur á morgun á sama tíma klukkan 1. Og við ætlum að sína þann leik líka. Já, við verðum á staðnum. Nú ef við rennum yfir þessa síðustu hrinu sem endaði 25-10, þá er K.A. með 11 stig úr smessum á móti 4 Þróttara. Bara einn ás í þessari hrinu. Já. K.A. með 3 stig úr laumum, 2 úr blokkum. Þróttara með eina blokk. Þróttara gerur heldur fleiri mistökum en K.A.-menn. Það sé að K.A. með 8 stig skoruð eftir mistök Móntarja á móti 5. Já. Og já, K.A. klikkað á 4 uppgjöfum og Þróttara 2.
Þetta endar sem sé með 15 stiga mun sem einmitt mesta forystan sem varð í hlinnunni. Já. En ætli við segjum þetta ekki bara gott í bili svo þannig viðbúið að kvennaleikurinn hún senki eitthvað aðeins. Aðdraðist aðeins, já. En við komum með útsendingar á honum þegar hann hefst. Þannig að við þakkum fyrir okkur í bili. Takk, Filip.